Já. Það er algjör gellu maskina í dag. Þú er svo fín. Stílbrot í boði Blue Lagoon Skincare og Vitamin Well. Herðu, áfæstur ég vera fín. Já. Út af hverju? Nei, minnst þú svo flott. Já. Er það ekki bara á þig með bindi? Minnst þú bara, ég veit það ekki. Nei, bara, mér finnst nefnilega ofta að maður setur á sig eitthvað eitt auka, eins og þetta bindi. Já, en bara, ef ég væri ekki með bindi, jakka, ég er bara elskan að þú blazer. bara geggja átfitt. Takk, fyrir Andreu Hafnarfrænum. Það? Já, kemur en ég er óvart. alveg, ég finnst það stundum, ég setja með bindi, það gerir bara eitthvað svona auka, það er eitthvað power move í að vera með bindi, ég elska að gera það stundum. Bara gett gold power. Takk. En við erum aðeins hressari. Já, við erum aðeins búin að sofa, heldur en síðast. En herðu, ég var að hlusta á podcast á leiðninga. Ég bara, herðu, mér finnst þið bara mjög skemmtilegar, ég hló bara oft. Já, við erum kast. Nei, þú varst kast. Já. Ég pissaði næst í mig og var að klippa vídeo sem ég setti á Instagram í dag því að ég klippti alltaf saman þannig að ég skemmti mig konungla, takk maður, ég dýrkaði. Bara ekki máli, ég bara verstundum alltaf æst yfir hlutu. En svo var ég líka að hugsa, var eitthvað að spyrja mig, mér finnst þessu heppin að vera með þér í podcasti, út af því að þú veist, Maja þannig típa bara að það er erfitt að ná í hana. Og alltaf því ég ringi hana, að ég ringi alla, það er alltaf trublaði. Þú veist alltaf bara, já, var það eitthvað fleira? Ég er náttúrulega að drífa mig, þú veist, þannig að ég næ henni svo sjaldan. Þú veist, ok, segir það ekki. En þegar ég er með þér hér, þá er bara að setja það inn á stól, þú er bara með henni mikrofón og þú ert ekki að fara henni, þú ert ekki eins og að pissa eða svara síman. Nei, ég veit það. Mér er bara að vinna í lífinu, En veistu það, ég er alveg sammála og ég er alveg búin að segja það líka við marga því að það er brjálega að gera í öllum. Og maður er alltaf eitthvað, ef að fara að hittast, ef að fara að taka lönns eða eitthvað, svo býr þú náttúrulega bara í einhverju sveit. Í Garðabæmar, Já, ég veit það, en þú veist, ég meina. Ég keyri hingað, alltaf erum að taka upp, ekkert smá. Þá ert þú að fara í Reykjavíkina. Það er Reykjavík. Já, en þannig að ég bara minnst þetta bara geðug átilla fyrir okkur að hittast og spjalla. Já, þannig að ég minnst ég líka bara winning in life, sko. Þannig að bara að veiti það. En herru, ég ætla ég hef alveg verið spurð hvar við erum að taka þetta upp. Já. Það er ótrúlega mörgum sem fyrst, settið ótrúlega flott. Við vorum að enda að ræða í hillinu, við munum aldrei hvernig gera það. Nei, en við erum í Klakin Studio. Já. Þetta er ótrúlega næs aðstæða Cozy og... Já. Bryndís er að taka upp, algjör snillingur. Algjör meistari. Og og Þóraldur var að taka bækunar og hilluna. Já, fyrir okkur. Þóraldur Gunnarsson, hann er meistari. Hann er bara búin að hjálpa okkur sjúklega mikið. Hann er alltaf til í eitthvað svona. Hann er bara, þú veist, búin að fara í gegn lífið með mér. Og Já, þið er náttúrulega family. Já, við erum family, það er bara þannig. Og þetta er iPad-in hennar Brynju. Þannig bara ógeðslega heimilisleg. Hún var örugglega smá, til í líka, ég myndi segja nafnið hennar. Já, Brynja Nordqvist, a.k.a. Queen of fucking everything, fyrir mig. Ég veit það. Hún er eiginlega svona my role model, svona tengdamömmu, svona ömmu, þú veist. Já. Mér finnst hún bara svo geggjuð. Hún er það. Já. Ég segi alltaf, ég ætla að vera svona Brynja. Já, ég er bara ótrúlega heppin að eiga þau og líka mína einn tengdamömmu, þannig ég á, þú veist. Basically tvær. Já, basically tvær. Mér finnst það bara geggjað. Ótrúlega fallegt. Já. En herðu, já, hvað við ætlum að tala eins svona bransan? Já. Og ég er oft spurð bara, Maja, hvað ertu eiginlega búin að læra? Ég var spurðaði um helgina. Já. Ég var náttúrulega með fatamarkaðinn og ég var spurðaði hvað Maja lærð? Og ég sagði? Nei, hvað sagði þér? Ég sagði, Maja, hún er með doktorskráði í retail. Já. Og það er satt. En það er alveg satt, af því að ég er ekki með háskólagráðu. Nei. Og ég er bara búin að alast upp bara á gólfinu. Já. Ég byrjaði að vinna í ísbúðinni í Kringlunni. Þakka ykkur fyrir pent. Og skrifstofa mín er í Kringlunni í dag. Ég er uppalin í Kringlunni. Kringlu Queen? Ég er Kringlu Queen. Það er ekki með leið að vera nynni? Nei, svo var ég í Kvassó. Já. Og var alltaf líka bara á Stjörnutorgi í hádeginu mínu. Þannig að þú veist, já, maður hefur bara einhvern veginn alls það með. Heitir þetta ennþá Stjörnutorg? Nei, nú heitir þetta... RIP. Já, eitthvað annað. En já, þannig að ég bara, mér svo fyndi að maður oft spurður að þessu, því að það er náttúrulega bara þetta, maður lærir náttúrulega hellinga að vera á gólfinu. Ekki það að ég sé eitthvað að segja, þú veist, það er bara alltaf geggjað að fara í nám og auðvitað bara myndi ég alltaf mæla mig því við börnum mín og alla, en bara hjá mér bara axlaðist þetta þannig að ég bara einhvern veginn byrjaði að vinna og ég hafði ekki tíma til að gera þetta annað. Mér er svo gaman í vinnunni. Og þannig einhvern veginn klifraði maður bara upp. Nú er þetta framkvæmdastjóri. Þú ert náttúrulega svo ótrúlega með mikið
sko sér svið. Já. Ég meina, það ekki hægt að vera betri í retail en þú. Nei, ég meina, skilurðu? þú veist, nei, en ég meina, Jú. ég bara, já, bara, það er náttúrulega bara ótrúlegt hvað maður er bara búin að fá mikla reynslu og náttúrulega líka þegar ég var náttúrulega í London og svona. Þannig að, en hérna... En þú veist, ég var einmitt að spyrja þig eftir þetta, þessi stelpa sem spurði mig, hún var alveg svona, ég var alveg svona, er eitthvað hægt að læra, þú veist, ég veit að vera eins og hægt að taka verslunarpróf og svo er eitthvað sem þú samur sem er á Bifröst, eitthvað svona. Það er eitthvað svona diplómunám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun. Já. Þá ertu svona að læra, þá er held ég verið að kenna sko svona byrðarstjórnun og þjónustu. Þetta er eiginlega óslega margir, þú tappar á ótrúlega mörgum þáttum. Það er að kunna, svo, þú veist, þetta er svona víðtækt. Ég veit það. Og svo kemur ofan á þessu hjá mér, þú veist, það er, þú veist, fatahönnunin sem ég auðvitað lærði en þú veist, og svo bara allt þetta social media og marketing og já, og líka bara að setja upp búð, maður þarf að stofna fyrirtæki, maður þarf að skila alls konar vasskíslu, maður þarf að skila áskíslu og allt þetta sem maður fær eitthvað til að gera fyrir sig, en bara svona, bara aðtölu að fara í svona rekstur, eins og við vorum að ræða, ég held að það sé eitthvað hvergi kent, ég veit það ekki. Nei, við erum bara að halda námskeið. Já, nákvæmlega. Myndirðu velja að gera þetta eins eða myndirðu vera að byrja upp á nýtt? Ég held það. Ég held náttúrulega líka. Já, af því ég hef oft hugsað svona og ég bara, þú veist, ég er queen of imposter syndrome, sko. Ok, þetta orð, það segir allir vinir mínir 3 dag, hvað þýðir þetta nákvæmlega á íslensku? Nei, það þýðir bara, þú veist, að þú sért, bara imposter, þú sért einhvers staðar sem þú átt ekki heima. Hvað meinarðu? Nei, þú veist... Líður þannig? Nei, ég líður ekki þannig, en auðvitað, ég hef alveg fengið minnum átt að kenda að vera ekki með einhverja háskólagráður og eitthvað svona. Ég hef alveg oft spáð í því, en auðvitað er ég bara búin að vinna mig upp og ég veit alveg í góði því sem ég er að gera. En ég ætla ekki að segja að það hafi ekki oft komið upp í hugan á mér, þú veist, þetta imposter syndrome dæmi. Bara býtu, allir þið viti að, þú veist... Að ég skilur þig, bara svona býtu... Ekki þannig að þú sért með eitthvað minnumáttkendin að hafa ekki lært meir? Nei, en bara svona, jú, það er eiginlega smá þannig. Nei, okay. og ég er ekki að segja að ég er bara vakna á daginn og hugsta, en auðvitað hefur maður alveg ofta einhvern veginn, við eigum alveg fleiri vinkonur sem hafa upplifað þetta. Já, margar, sko, þess vegna er ég spyrjaði aðeins meir út í þetta orð. Nei, þetta er svona meira svona, þetta kemur stundur svona upp in the spur of the moment, bara svona læðist að manni, þó að maður viti hverju maður er búin að áorka í lífinu og ég veit alveg ég er góð í því sem ég er að gera og ég veit alveg ég á heima þess að ég á heima en það hefur alveg svona stundur læðist eitthvað svona púki að mann og er bara svona allir þið viti hvaða manneskjör er að því þetta starf ég fæ aldrei svona Nei, en ég bara segja... Er ég þá ekki heppin bara? Jú. En ég held ekki, ég er ekki, já. Nei, en ég bara segja, þú veist, ég held að mjög margir tengi við þetta. Nei, allir, sko, því ég er alltaf að heyra þetta orð og ég, svona, kannski, ég bara, hvað þýðir þetta nákvæmlega? Að ég held kannski að vera eitthvað aðeins að miskila. En svo auðvitað, þá kemur hinn aðilinn, þetta er eins og, þú veist, engillinn og djöfullinn á öxlinni, þú veist. Auðvitað kemur hinn aðilinn og segir bara, heyrðu, bara, hvart að hugsa. Ég meina, ég veit alveg að ég er rétt kona í réttir stöðu og allt þetta. Ég veit alveg að ég hef sko unnið mér inn fyrir þessu. Ég veit ég er búin að sanna mig. Ég veit alveg að ég væri ekkit, þú veist, endla þess að ég er í dag nema því ég er búin að vinna sko mjög hart að þessu. Ég veit það. Þannig að ég er búin að leggja allt mitt í þetta. En svo ég veit að það er þannig á okkur báðum. Maður er alltaf að vinna svo mikið þar sem maður hefur áhuga á, það er svo auðvelt. Já, það er svo auðvelt. Þannig að þess að segja alltaf krakkan mína þegar að pæli hvað ég að læra. Þú ert eftir að vera í vinnunni 8 tíma á dag, það verður að vera eitthvað sem þú brennur fyrir það, því annars bara guð hjálpir þér. Pældi ég var bara að vinna í bókhaldi eitthvað, ég myndi bara... Nei, og svo þarf maður líka bara að brenna sig á, þú veist, auðvitað líka bara, það sem ég finnst líka svo magnað eins og í dag, núna eftir að, framhaldsskóli er bara 3 ár, og þá, einhvern veginn, þú ert 19 ára, og ef þú útskrifast á rétt tíma, sem að, þú ert búin með mennskóla, hvernig átt þú bara að vita hvað þú ætlar að gera að vera stóð, þú ert 19 ára gamall. Þú veist, auðvitað, Bella er einmitt í sem sporum akkurat núna, right now. Já, og auðvitað, er það alveg þannig að sumir vita upp á hár hvað þau vilja gera. Þú veist, ég hef alltaf viljað vita hvað ég vilja gera. Ég nefnilega líka. Vissirðu bara að ég langaði að vera í þessu. Ég var bara mætt í búð bara, ég gleymi aldrei, sóttum í kóku og kjallaranum. Já. Og ég man eftir því þegar Oddur sem átti búðina hringdi og segi fekk vinnuna og ég var bara að keyra á pólónu mínum á svona flösku grætskýri, bara niður í bæ. Má ekki segja frá sem er síkótt og glöggaði, bara þetta besta lífsmeins.
Já, ég trúi ekki að þú hefur reykt. Nei, það trúir enginn. Ert að grínast? Já, ekki segja frá Silgi. Ég er ekki stolt af þessu. Nei, einmitt. En þú fannst það óslega kúl þá. Já, það er náttúrulega þykir ekkit kúl í dag, ekki? Herðu. Því miður, það bara þótti þetta bara mjög töff. Talandi hérna sem við talum síðast, þannig að 2000, að það er alltaf að koma aftur. Þetta er bara þvílíkt hitt aftur eins og í Danmörku. Að reykja? Ég verður það. Sástu ekki hérna í Róteitbúðinu, það eru svona ókipis kveikara, mannstu ekki? Ókipis, já. Aldi svo með það, ekki ókipis, hún var með svona stati vindu kveikara hálsmenn. Og í lýðháskólanum sem Balla var í, það reyktu eiginlega allir krakkinu. Ég var í sjokki, ég var það. Ég er að segja ókipis vegna þess að ég held að vera ókipis, varst þú ekki með mér? Ég tók svona kveikara, svo fór ég upp í sjórúmi og ég var bara, vá, flott hérna, svona merch sem þeir eru með í búðinni. Hún var bara, þetta er ekki merch. Nei, þetta er ekki frítt, sko. Ég var bara, varstu bara að ræna búðina? Ég rændi búðina, ég fór sko aftur niður náttúrulega því ég var búin að fundunum að borga þar sem þú sagðir. En þú veist hvað þetta er ekki ókipis. Mér finnst þetta ekki töff, þetta er ógeðslega flott merki. Ég nota hana kveikir alltaf kveiki og ilmkertunum heima, skilur. Já, það er ekki allra að hugsta þannig og ekki í Danmörku, skal ég segja. Nei, ok, mér finnst það alveg annars er hérna í Íslandi náttúrulega nýja, þú veist, nikotíni er bara, hérna, hvað gera þau, hvað heitir það? Sorry, bakka eða eitthvað. Nei, já, bakka eða lumma. En sé hvað þetta er gott. Já. Hvað bragðir þú með? Ég er með eitthvað rabarbarabragð. Hydrate. Ég er að elska þetta. Ég er á flösku 2. Þetta er náttúrulega vandla. Já, þú kláraðir eina bara á einni þegar þú komst inn. Ég er nefnilega ógeðslega ódugleg við að drekka vatn og bara drekka yfir höfuð. Og við erum með, við gáum staffinu svona, brúsa í jólagjöf. Og ég sá alveg fyrir mér í hyllingum að vera með, þú veist, alltaf vatn í, óvala brúsa. Já. Og að vera alltaf með vatn í brúsanum og svona. En þú veist, mér finnst vatn ekkert eitthvað geggjað gott. Hættu þessu. Hvað? Hættu þessu. Nei. Það er ekki hægt að segja vatn sé ekki gott. Nei, það er ekki, ok, það er bara... Ísaflega segir þetta líka, ég skilur þetta ekki. Vatn er bara vatn, skilur, ég veit ég þarf að duglega að drekka vatn. En sko, þetta er bara eitthvað svona típi sem ég þarf, herðu, hérna er bara vítaminflösku, ég með rabarbarabragð og þetta er hydrate, þetta er svona, ég hef greinlega verið mjög þyrst. En ok, fyrir þá sem eru að hlusta bara, þetta er vítaminvel. Já, þetta er vítaminvel og þetta, þú veist, er svo bara C og D-vítamin. Af því að ég þarf að fá svona bara innpakkað. Ég bara... Nenni ekki að mixa neitt. Nei, veistu það, maðurinn minn er búin að gefa mér. Ég veit ekki hversu margar dollur af einhverjum vítaminum. Bara eitthvað alls konar vítamin. Þú tekur engin vítamin? Nei. Nei, þannig ég er að segja að þetta er svona himnasending fyrir mig. Bæði er þetta gott og ég þarf að vöka mig og ég fæ vítaminin bara í þessu. Þetta er endur alveg snillt. En sko, fyrir mig er þetta það, því ég drekk bara vatn. Ég drekka enga góðstrykki, þá elska ég að fá vatn með smá bragð. Já, ég er sammála, en ég drekka ekkert góðseldur. En þú veist, auðvitað mér finnst vatn ekkert vont. Vatn er alveg gott ef maður er þyrstur og svona. Mér finnst þetta ótrúlega bragðgott. Já, en mér finnst líka að því ég er svo oft við ekki að drekka. Ég myndi fíla að taka þetta bleika og setja eitthvað svona glas á fæti með klak og eitthvað. Já, það er bara örgulega geðið næst, sko. Og verður svo bara að drekka vítamin vel, bara vítamin. Já, en þetta er ógeðslega fest, en mér svo fyndið þarna með þetta vítamin-söguna hjá maðurinn minn, hann er eins og American Psycho á mótana, þú veist, með vítaminin sín, svo er hann með eitthvað duft sem hann setur í vatn með einhverjum öðrum vítaminum í, hann er eins og eitthvað raðmorðingi á mótana, þannig að ná í, þú veist, vítaminin sín og gefið svona skipulaður og... Ég get ekki tekið þetta mótana. Nei, en þannig ég er stundu bara, þetta er svona eins og eitthvað svona ritual. En þegar þú ert að horfa hann taka, ertu ekki bara, ég ætla að fá? Nei, hann er alltaf að taka til í skúffunum heima, hann bara Maja, þetta eru vítamin sem ég gaf daginn, hvað ertu ekki að taka þetta? Nei, af hverju? Ég þarf bara að fá þetta svona. Herðu. Bara vítamin in a bottle og bara gott bragð og það hittur mikið vesen. En þú ert alltaf að byrja þrjóð, við erum á réttri leið. Nei, en sko eða þá ég þyrfti bara að fá bara eitthvað svona pakka, hérna er vítamin dagsins, takk þetta. En það var það sem hann var að reyna að gera? Já, nei, hann er búin að kaupa, þú veist, þetta vítamin og þetta vítamin, þú veist, hann er að taka, þú veist, í 15 þú þurftur að fá hana áskriftina hana. Já, en þetta er bara, ef ég geti fengið þetta í áskrift, þá væri ég bara mjög sátt. Þetta er bara kannski nóg. Já, ég held það er til margar útgáfur af þessu, en allavega er þessi mjög góð, líka þessi sítrón sem þú ert með, Reload. Já. En ég er bara líka going back með skólan og það. Mér finnst líka bara svo mikilvægt bara að prófa þessu áfram, fyrir þá sem að veit ekki hvað er alltaf að gera. Það er eins og strákurinn minn, hann byrjaði að löffræði og ég vissi bara að það væri ekki að passa honum. Og svo skipta hann í annað og hann er bara blómstur í því. Já.
Þannig að en ég bara einhvern veginn, ég bara leiðu ég byrja að vinna, þú veist, þessu ísbúðin í Kringlunni, ég elska að afgreiða fólk og tala við fólk. Ég bara fann strax bara, og þetta var ísbúð, en bara vera í ykkur svona, þar sem þú ert bara að tala við fólk, afgreiða fólk, þetta bara, svo fór ég bara að vinna, þú veist, alls konar. Ég man bara eftir tilfinningur, ég var lítil, ég öfunda þessi stelpunar í maturbúðinni, það sem er svo töff, það bara digg. Ég fór alltaf heim og tók, ég var bara að tala ég var bara 10 ára eða eitthvað, og ég fór heim og tók pókanum og var með einhvern vasareikni, með hljóði mest þetta. Veist, maður er alltaf bara ekki í lagi, ég ætla alltaf að vera búið okkurna. Þú ert það svo sannarlega í dag. Sannarlega. Herðu, hvað ertu með hana? Ég er mjög gjöfandaðir. Ég er búin að horfa á þetta all tíma. Blue Lagoon Skincare. Ég get ekki þetta með að þú þrýfi ekki, heyrðu hljóði. Já, veitu, ok, heyrðu, aðeins að ég sagði því að ég var orðin miklu duglegri við það. En ég er búin að fá mjög mörg komment á þetta. Bara eins og ég sé bara eitthvað viðbjóð. Nei, þú ert það ekki. En ég meina, ég meira þess að senda einn stelpa mér skilabóð. Hún bara, ef þú lítur svona út og þarðið stundum ekki frá mig, þá er ég að hætta þú mér í frá mig. Ég var bara, þakka ég kærlega fyrir þetta. Það var það sem ég sagði við þig. Ekki það, ég er ekki að mæla með. En eins og ég segi. En þú ert með ótrúlega fína húð. Já, en náttúrulega að gera hana bara ennþá betri. Og ég hugsaði, að því að stundum ef ég fæ á mikið, þá rugglast ég. Veist ekki? Já. Þannig að ég setti fyrir því hana, svona æserum, það er svona silfurkúla, þannig að hún kælir gett. Og maður geymir þetta í ískáp eða? Nei, það er ekki verra, en þú þarft það ekki, ég ger það ekki. En þetta er svona, þetta kælir og svona MR eins og við eftir tískuvikunum svona þreyttur og puffy, þá er ókslega gott að setja á. Og svona pro-tip, að þegar maður svona eldast, ég seti þetta oft hérna líka. Þetta er oft svona virkar heldur en hinn krem og svona kringa munnin. Hún að tala línunar, hvað heita þessar línur eitthvað? Svona broshrukkur og broslínur. Ekki hrukkur, broslínur. Já, línur. Þetta er bara svo gaman hjá okkur. Já, við erum ekki með hrukkur. Og svo kom ég með serum líka. Ok, ég er ótrúlega spennt að prófa. Þannig að árum fyrir að sofa og þú vaknar, bara þetta tvent. Ok. Til að byrja með. Ég er alveg að fara að þú veist kennaði meira. Þetta er byrjunin. Þetta serum á húðina og þetta eggserum og svo þessi varasalli. Þetta er varasalli sem er hérna. Ok, en sorry, ég ætla að segja, ég elska hana varasalva. Ég er alveg búin að nota hana Blue Lagoon skincare varasalva og það er eins og þetta sé eitthvað ættgengt hjá mér og börnunum mínum. Þú veist, það er bara, sko sérstaklega miðja mín, hann er með svo þurra varir og þetta er að eina sem virkar. Það er hvað ég geri. Sem ég hef prófað, ég er búin að prófa. Ég sef með hann og ég hef sofið með varasalva bara, ef ég sé ekki með varasalva. En þú ert líka aldrei með þurra varir. Nei, það er út af því. Þú verður að sofa með hann, þannig að ekki svo vel. Takk hérlega fyrir, ég er mjög spennt. En ég var ekkert um henni myndatöku og þá sagði eitthvað mig, þú ert eina sem er ekki með þurra varir, en ég held að sjóta því, að því þú veist, þá ertu bara liggjandi í ykkur 8 klukkutíma og það er svo gott að vera með þær vel nærðar þá. Ég set þennan varasalva á strákjum á hann fyrir að sofa og svo stend ég svona, ég gerir svona, þú veist, ég er að horfa á þig, bara banna að þurrkan af. En þessi, veist mér, ástæðan fyrir ég elska Blue Lagoon skincare varasalvan líka er út af því að ég nota hann smá svo gloss, með svo flott áferð á hann, það er ekki allir varasalva þannig. Þannig ég fíla hann líka bara svona með varaldablíjant og eitthvað. Já. Ok, ég er spennt að prófa. Já, ég tek þessu næstu viku og spyr hvernig gekk. Og þú ætlar ekki að spyrja mig þættina svona pínum til að horfa á. Herðu, ok, kast, systir mín, pínaði, róa og græðins. Systir mín, hún er Helga Björk, sem er góðvinur þáttarins, hún er fan number 1, 2 and 3. Elskana. Og hún var eiginlega bara smá sár yfir því að við rættum ekki þess þætti síðast þætti. Hún vildi vita hvort þú væri búin að horfa, hvað þið fannst og bara alls konar. Ég var nefnilega alveg búin. Nei, þú ert samt bara eitt þátt eftir, þú ert búin að horfa á aðalstaffið, sko. Nei, ég horfði á hana í morgun til ég geti svarað þér og þau sopnaði yfir sig. Já, ok. Ég er búin að horfa. Þú ert ekki blown away og ég. Sko, ég spurði chat af hverju. Nei, segis. Spurður chat af hverju? Af hverju er fólk svona blown away, spurði ég, sko. Skilju. Ok, og hvað sagði chat við því? Og hann sagði bara að vera eitthvað misjant eitthvað bla, en veistu hvað, ég var svona, ég er samt svo hrædd að tala um þetta, því þeir sem er ekki búin að horfa á þættina, ég er svo hrædd með eðilegja fyrir þeim. Já. Hvað heita þættina sem við erum að tala um? Heated Rivalry? Yes. Og okay, ég fekk má kusku augunni í mömmunni í endan, mest viðbröðin hennar geggjuð. Ég er bara, wow. En sko þáttu 5 er náttúrulega bara...
Já, hann var bara svo slóð þess vegna sofnaði, hann var bara eitthvað óslega kósi, eitthvað út í sveit, eitthvað, veist ekki. Nei, það er þáttur 6. Já, tjók. Ég held ég þurfa að horfa á 5 aftur. Nei, mamman og kósi dami í sveitinni, það er I'm coming to the cottage. Þannig endaði þáttur 5. Ég var örugglega sofandi þá. Oh my god, ég er að horfa á þetta aftur og já, en alla viðbröðin hjá mömmunni bara geggju, ég bara respekt. Ég fílaði það. Það var svona, það fekk mér svona. Mér finnst sko það eins og hafi mistaldi. Ok, ég skal horfa á 5 og spyrja mér aftur næsta þetta. Sorry, þú veist. Já, það er bara það sem ég segi. Það er bara mér finnst það. En herðu, ef að skella okkur í. Cottage, ég man ekki. Ok, ef að þú ert ekki múin að heyra hann segja I'm coming to the cottage. Jú, ég man það núna. Með rússneskum hreim við hann í síman. Jú, djúvöld man ég eftir því núna. Ég veit nákvæmlega hvað það segja. Ok, hvernig, Já, og var það svona geðvægt? Hjálp. Ok, geggja þættir í mæli með bóði Mæju. Næst. Herru, ok, býttu bara allir mæli með að einhver öðru fyrir það að horfa. En fannst þið það ekki? Af því að hann var búin að vera gett svona þú veist, ég veit alveg röddin og tónnin. Nei, bara svona eitthvað svona, nei, ég get ekki, þú veist, komið og eitthvað svona, þú veist, hann var búin að bjóða hann að koma og hann var bara, nei, þú veist, ég get það ekki og því að það er bara fordæmt að vera, þú veist, svona í Rússlandi og eitthvað og svo bara þegar að það sem gerist í 5. þættinum, þegar hann kallaði hann á hann að vellin, þá voru þeir að tala saman í síman, þá sagði hann I'm coming to the cottage, ég man eftir. Ok, en þetta hreyði ekkert svona við þér. Hvað ertu með bara hjarta meitt of bara ís eða? Nei, Maja. Nei, ég dæmi núna fólk út frá því hvernig það brosti í þessum þætti. En mömmu momenti var alveg bara svona, ég var bara wow. Vá, það er bara eitthvað svona, þú veist. Komið þú kvartist líka. Ok, anyway. Ok, við erum ekki samanlega. Jú, þetta er rosa skemmtilegt. Herðu, ok, við erum alltaf með svona fastanlið. Áhrif sem mótuði tískuna. Yes. Við ætlum að fara á djúft. Við ætlum að fara daldi spenniði beltin. Já, spenniði beltin. Nei, þetta var alveg, við vorum ekki vissar hvort við ætlum að ræða þetta og við tókum alveg svona debate fyrst hvort þetta væri í alvörinu áhrif sem mótuði tískuna. Já, fyrst var það og svo líka bara því að við viljum alveg hafa svona uppbeat og skemmtilegt. Það er svolítið skemmtilegt. Og það er alltaf skemmtilegt. Bara grín, hvað voru búin að tala um? Grínbrot. Já. Þegar við segjum eitthvað fyndið. Já, allavega. En þá er alltaf mikið verið að tala um núna og þú veist það er ekkert fyndið við það. Það er pipphúðamálið. Sem eru bæði vegi silikonpúðar í brjóst. Þetta er búið að vera alltaf stórt mál og þetta voru að því að stelpnar í eftirmál bara að gefa sjátátt á þær, bara geggjaði þættir. Ég bara elska ég var eftir hlusta á þáttunum pipphúðana. Ég mæli með hlusti. Já, og að þær voru að ræða þetta mál og svo náttúrulega gerði Kveikur þáttum þetta mál. Ég er ekki með að horfa á hann. Nei, ég er nefnilega ekki heldur og það var mér var sagt það í dag. Já. Og en ég veit, ég hef heyrt áður og ég held að sé einhver ár síðan og þá var bara að tala við konur. Og þetta er sem sagt púðar sem að heita Pip og voru fluttir inn bara og var bara allstæðar í Evrópu, bara voru mjög svona vinsæli púðar að þeir voru ódýrari en hinnir, var ekki þannig? Æðlilega, bara já, brösl. Af því að þeir náttúrulega settu iðnaðar silikon í púðana. Lækna silikon er sem sagt mikið dýrara efni og ég held, ef ég skildi þetta rétt, að þeir hafi fengið leyfi fyrir því og svo sitsa bara út. Já, þetta er allavega eitthvað kólólulegt sem gerðist. Og maðurinn sem áta fyrirtæki er bara ekstra flótta. Já, hann er flótta. Og það er núna, er ekki málaferli í gangi í Frakklandi og er ekki líka einhverja íslenska konur inn í því. Jú. En ástæðan fyrir að við erum að taka þetta sem áhrifin sem mótuðu tískuna er náttúrulega að það náttúrulega við báðar fórum í svona aðgerð. Þrælar tískunar. Við erum þrælar tískunar og ég veist að ég er búin að vera að hugsta svo sjúklega mikið. Hversu mikill þræll ertu þegar þú blikkar ekki eins og nefn að láta setja ykkur bara hálf kíló rusli aðskota hluti. Nei, en auðvitað líka, þú veist, verðum við líka að segja við vorum ungar og maður náttúrulega bara hugsaði ekkert Hvað varst þú gömul? 20. Já, 20. Ég var rúmlega 20. Já, ég var 21 eða eitthvað. Og og auðvitað er maður bara ungur og vitlaus og maður bara, þú veist, og það var kannski líka ekkert vitað neina afleiðinga með svona og það voru bara ekkert allir að gera þetta. Og þetta var náttúrulega bara Pamela Anderson
hún var bara upp á sitt besta og þetta Baywatch dæmi og fyrst kom hann að Wonderbra og allir í því, mér er bara þykkasti brjóstaraldri að auðvunni augun liti. Já, varst ekki að finna eitthvað daginn? Bara einhverju gúmibátar eins og ég fór á tískuguna, skilur, það var bara hjúts brjóstaraldrar. Já, en hérna, nei, ég veit að, og hérna við vorum að tala áðan, að það hafi komið alltaf undan þessari silikon, hérna, Pamela Anderson æði sem var hérna í kringum aldamótin. Bara svona normalisera að konur áttu bara að vera með klívits og bara... Og þið muni kannski eftir að sé þessu auglýsingar sem var þetta ekki Eva Hersikovína hana, það var eitthvað frækt módel, Hello Boys, og þá bara, hún bara í þessu Wonderbra og það bara geðvikt klívits og það bara svona verið að tala þetta hafi verið svona man-made marketing. Þú veist, bara svona þetta það sem kalla vilja og þeir bara byggu þetta til og þetta varði eitthvað trend og svo náttúrulega var Pamela Anderson og þessi tíma í kringu 2000. Ég meina, varst þú ekki að segja mér að þið hafi bara skipst á að taka frí í vinnunni? Já, það var smá henni, sko. Það var bara færiband í aðgerð. Og þú veist, mér er líka bara svo aðtöfavert að, þú veist, ég menna, þú veist, við vorum bæðið svo ungar og svo vorum við líka bara, þú veist, ég var nýbúin að barn, þú veist, ég var 40 kíló, skilur, auðvitað var ég ekki með stór brjóst, skilur. En við reynda átt að samlega að við fengum okkur báða mjög lítið og þannig að sást aldrei neitt mikið, en þetta er sannlega afdriftaríkasta ákvörðun sem við höfum tekið, þannig séð, heilsulega séð, sko. Nei, já, það er svona líka bara að því að þeir vorum ég ætla nú að hlusta á hérna eftirmál og þá bara svona rifjaðist mikið upp að því að ég er náttúrulega ennþá að díla við afleiðingar. Ótrúlega ytlegi. Já, ég er náttúrulega, já, þú varst líka mjög veik, að það ekki? Þú lýst taka þetta úr á sínu tíma. En þessu fyndi, ég var með þetta og svo í nokkur ár bara, ég veit ekki, kannski 7, og þú veist, fekk bara lítil, kannski sást ekkert mikið, en ég var með eitthvað svona ónótt, bara það er eitthvað off, hérna, ég vil ekki hafa þetta og ég var með svona smá innilokun að hafa þetta í mér og ég var búin að fara nokksinn til læknis og segja það er eitthvað hérna að og þeir bara þetta er fínt og þú veist, svona gerst bara lítið úr. Svo náttúrulega þegar ég fór að láta taka það, var þetta sprungið öðrum meginn í bara marmelaði, skilju. Og ég hef aldrei veika á minni sem betur fer, kannski heppin, en eins og þetta var tekið, þannig að þú veist. Já, þetta bara nefnilega breyttist í marmelaði og ég kannski aðeins öðruvísi á mér að því að, sko, annarkvort var ég bara eitthvað svona geðt kærulaus eða eitthvað, en ég var með mína í 20 og eitthvað ár, áðurlega taka nú úr og ég var búin að vita í smá tíma því ég bjó sko erlendis, bjó í London og og hafði ekkert þannig sem ég verið að finna fyrir þessu, en svo byrjaði ég að finna eitthvað svona ónót og ég bara ákvaði eftir ég flytt heim að einhverjum árum eftir ég flytt heim, ég man ekki hvort það hefði verið 2017 eða 18 eitthvað að láta að skoða þetta og þá kemur í ljós að annar er sprungin og læknirinn sem mynda mig, hann segir svona já, mér sýnist vera eitthvað smá leki, en þetta er þarft að fara að láta skoða þetta, en þetta er ekkert eitthvað akútmál. Nei. Og segja það við manneski eins og mig, mér geði eitthvað frestunar áratu, þú veist, ég var búin að eignast þarna börn og var bara í ógeðslega krefjandi vinnu og ég bara svona herði, ok, þetta getur betri tíma. Svo bara líður, þú veist, tíminn og það var ekki fyrir en að það bara, þú veist, ef ég var að lesa fyrir börnin mín og þau bara rétt rákust í brjóstið á mér, þá emjaði ég og þá var ég bara svona, ok, hinga ekki lengra og þá ákveð og auðvitað verði ég bara að taka, þú veist, því. En að ég hef beðið til þetta með þetta en ég held að það breyti samt ekkert neinu því að minn var líka komin í eitthvað algjört marmelaði, sko. Mér er svo áhugavert samt, þú ert að segja þetta að þú veist, þú mátt ekki koma með þetta er alltaf eitthvað óþægilegt, er eitthvað gaman að hafa þetta þá og mér er svo skrítið að þessir læknar sem allavega ég tala við og ég held þú líka eru bara, þú veist, það var gert svo lítið úr þetta er bara ekkert mál og já, ég meina maður var að heyra 18 ára stelpur að fara kannski líka um 40-45 kíló það var ekki einu sinni bara svona herðu, ok, þetta getur gerst það var bara, já, og ég hef líka heyrt sko að stelpur hafa farið í aðgerð ekkert endla bara að tala um þessu tíma bara almennt og ég bara selja ekki dýra en kaupa það en ég er bara samt búin að heyra þetta að það er búið ákveða ykkur ákveðna starð svo fara þeir aðgerðina og þá bara vaknaður bara með miklu starri brjósthaldar en það er báðum af því að þeir mátuðu hinn púðan og hann hentaði ekki eitthvað svona en þú veist það er alltaf nöðla. Ég er búin að heyra þetta mörgursunni líka en mér finnst það ótrúlega sérstakt. En ég er allavega bara ég er bara ennþá að díla við afleiðingar. Ég var bara síðast í morgun í ykkur svona sjúkranutti til að nutta í burt það er sérst búa. En býta eins og spóla hans tilbaka þú fekst hana eitthvað þegar við vorum bara 20 ára. Já. Varst með hann í 20 ár, saman búðana? 20 ár.
Og fórstu svo til að láta skipta eða? Nei, ég fór náttúrulega bara til þess að láta taka púðan sem ég vissi að vera rifin. Ég ætla bara að láta gera öðru megin? Nei, bara ég bara auðvitað þurfti að skipta. Þú veist, það er ákveðin líftíma á þessum púðum. Já. Og og ég einhvern veginn var ekki á þessum tíma eins og meðvituð að ég væri með púða. Ekki einu sinni þó þetta var búið að koma upp? Veistu það, ég var ekki að tengja. Ég veit ekki af hverju. Þú veist, ég veit alveg að það var búið að koma upp og auðvitað svona setti ég spurningamerki, en veistu það, ég held innstinn að vildi ekki vita. Já. Svo þegar ég fer og læt taka púðana og þá fer ég náttúrulega bara og ráðfærum yfir lækni og eitthvað svona og ég ákveð sérst á sama tíma sem er galið þegar ég hugsaði eftir á að fá mig nýja púða. Ég hugsaði það aldrei hlums, ég er bara út með þetta, ég vil bara ekki hafa þetta inn í mér. Já, ég bara veit ekki hvort þetta hafi verið bara ennþá eitthvað bara svona, ég náttúrulega bara alveg flatbrjósta og allt er læg með það, ég var mikið í fimlingum og svona yfir yngri, bara svona vaxinn strákur og það kannski líka bara svona sagt við mann, já, þetta er allt annað í dag. Já, það er sagt. Já, þetta er allt annað í dag, þetta er allt annað í gæði, þú veist, og það er miklu ólíklegra að þau springja því það var rosalega algengt að þessi pippur myndu springa. Og þegar ég fer, og læt taka púðan úr og ráðfærum mig við náttúrulega annar lækni, heldur en ég fekk uppalega, þá kemur í ljós, hann bara, þetta eru pippúðar. Já. Vissur það bara ég líka? Nei, ég vissi það ekki. Ég vissi það, hann vissi, eða, veist, ég er bara svona, ég er svo mikið búin að hugsa bara, ég er ekkert viss ég hefði ég vildi ekki vita eitthvað, ég bara var ykkur áneitu með þetta. Ég held líka að ég verið ókslega fúl út sjálf mig að hafa dreigið þetta, en þú veist, það ágir samt skiptaninu máli. Ég bara allan að fekk þessa nýju púða og svo var ég bara alltaf að drepast í brjóstinu og það þurfti bara öðru megin. Og það voru bara afgangur, bara þetta marmelaði var bara komið út allt og það er ekkert grín að plokka svona úr. Þú veist, þetta bara fer inn í vefina og svo myndast örfur í kringum þetta, þannig að þú veist, eftir ég veit skipta, þá fór ég 2 aðgerðir viðbót til að láta plokka úr afgang sílikon. Jú. Var það gert upp á spítala? Nei, bara hjá lítalækni. Og svo, þegar ég fer í 3. skiptið, fyrst að láta taka, svo fyrir ég að láta taka, þú veist, plokka úr, þá eru bara púðarnir teknir út, plokka það sem er setti bara aftur púðarnir í hættu, jú. Og svo þegar ég fer í 3. skiptið, þá eru teknir 17 kögglar úr mér og þá hugsaði ég að nú hlýtur þetta að vera búið. En Þú sé kögglar, veistu eitthvað hvað voru stórir? Nei, bara, veist, ég var ekkert að... Nei, þú veist ekkert að tókst ekkert með þér heim? Nei, þetta voru bara eitthvað svona kögglar sem voru... En áttu púðarnir ennþá? Nei. Ég meina, annar er bara, ég set mynd á honum. Þið munu sjá bara, ég er ekkert feimið að setja mynd, þú veist, og ég veit ekki hvort þú er mynda þínu, en þinn var held ég alveg svipaður, sko. Ég veit. En og svo bara þegar ég var ennþá að drepast eftir þessar 3 aðgerðir, að þá bara, er mér bara beint annað, bara til skurðlæknis, bara ekki lítalæknis, heldur bara eitthvað sérfræðing í brjósta skurðlækningum. Það kemur bara ljósa, það þarf bara að taka nánast bara brjóstið að mér. Shit, já. Þannig að þá fór ég í 4. aðgerðinu mín á 3 eða 4 árum. Þannig að núna ert með enga púða? Enga púða. Og eiginlega búin að fyrir brjóstna með öðrum megin? Já. Og ég er ennþá núna, mér er ennþá illt. Þeir eru ennþá illt? Já. Ég er í alls konar meðferðum. Alls konar. Ég er í sjúkranuti og ég er í... Þú segir hvað þið eru illt, er það bara svona alltaf illt eða bara svona vissa ég er bara með króniska verki, svo fæ ég draugaverki svo bara vakna ég á verkjum En þú sagði mig þegar voru gerð á þú voru að skrapa hvað heitir þetta, gróa rifbeinin já, það var bara vefur bara því að ég var svo ógeðslega bólgin og bara þegar þeir sendu síni í ræktun af því að það er bara víst því miður þannig að það er svona mikið sílikonsmit og eitthvað svona, þá hefur það gerst að konur fá krabbamein í kjölfarið. Þannig að alltaf þegar tekið svona úr og er eitthvað svona vesen, að þá er það sendt í ræktun og sem betur fyrir, þakklátt fyrir það, var ekkert svoleiðis, en það bara var sagt við mig, bara þetta er mesta sílikonsmit sem rannsóknarstofan okkar hefur séð. Og þá er ég búin að fara, þá er þetta 4. aðgerðin sem ég fer í að láta taka þetta úr. Og ég var bara, og eitthvað svona bara rosalegi bólguberar, ég kann ekki nafnið á þessu öllu. En hvað, ertu búin núna heldur eða veist það? Nei, ég er bara alls ekki búin. Og ég ætla ekki að segja, ég bara, þú veist, þetta er ekki hámir í daglegu lífi, en þú veist, ég bara er þvílíkt að opinbera mig en að því að mér finnst mikilvægt að tala um þetta. Og ég hef kannski bara sagt vinkonum mínum og svona, en mér fannst bara
þegar umræðinu að koma aftur upp með þetta pippmál og svona, þá bara líka, þú veist, finnst mér mér bara líka góð forvörn að tala þetta. Já, mér finnst þess að þetta sé líka að vera aftur vinsælt einhvern veginn. Já, það kemur allt aftur tilbaka. Bylgjum, þannig að ég bara... Þetta allavega í mínu tilfelli var besta ákvörðun sem ég teki nokkur vestárugla setið þetta í og besta því ég tók þetta bara úr og... Já, veistu það, ég bara svo núna... Ég fann bara, ég átti bara, þetta var svona þungu farga með lett bæði og mér leið bara betur í öllu líkamann, þetta er óslega skrítið. Það er eitthvað í, þetta er bara eitthvað, þetta er ekki gott, sko. Nei. Það er ekkert gott við þetta, þannig séð. Nei, í raun og veru ekki og þú veist, ég bara líka ákveðum fyrir því að við ákveðum að tala þetta, þú veist, við ákveðum það af því að við báðar fengum þessa pippúða og það er verið að eftirmál var að tala þetta aftur og það eru marga konur sem fóru alveg hrikalega úr þessu og ég er ein af þeim. Ég líka, og þú fórst náttúrulega hrikalega, en þegar ég hlusta eftirmál, þá var ég bara, ég fannst það til með konun að voru að tala við eitthvað svona, fannst þetta svo, ég bara trúði alltaf að ég væri ein af þeim, þú veist, mér finnst það eiginlega bara skrítið, að því að þú veist, ég man að því það hefur búin að vera málaferli í gangi og eitthvað svona, mér að boða að vera ykkur hópu, þar voru alltaf saman í svona Facebook-grúpu, ég gat ekki verið inn í henni, að því mér vantaði bara svo að læknast og vera heilbrigð og líða vel, að mér fannst einhvern veginn ég var alltaf að tala þetta eitthvað, þá gat ég það ekki, þannig ég bara fór út þessu öllu og bara fór svona frá þessu, skilur þurfti bara að gera það fyrir mig og þetta er fyrsta skeitt sem ég tala þetta og ég hef einhvern veginn, ég hef talað þetta við þig en þetta var mér bara mjög erfitt og ég bara svona ótrúlega glöð að vera komið frá sig, en þó ég er samt líka með í einhverjum eitlum ennþá og verð bara með það eins og stelpan sagði í eftirmál bara þangar til í dag. Já, ég held þetta alveg eftir að, þú veist, hámanni. Já, maður veit ekki neitt hvað gerist svo. Nei, maður veit ekki neitt, sko. En ég er náttúrulega, mitt dæmi er náttúrulega bara mjög ekstrím og bara örgulega alls konar ástæði fyrir þetta fór svona langt, skilur. Ég er náttúrulega... En sko aðal ástæðan náttúrulega með eitthvað raustlinni sem á ekki verið sett inn í fólk. Ég veit að auðvitað það númer 1 og 3 og ég ætla ekki að vera eitthvað beating me, þú veist, eitthvað að vera með svipun á mér að því ég beið með þetta og eitthvað svona, auðvitað á enginn að þurfa að gangi gegnum þetta, skilur, no matter what. Og svo spurði ég sko lögfræðing hvort þú getur ekki gert eitthvað og þá sagði hún, þetta er örugglega fínt. Ég bara hvernig þá, þú veit ennþá veik, skilur. Já, ég veit það, en málið er bara líka eins og þú varst að spyrja með þetta, veist, ég held líka að því að líkamann er bara þannig, þú veist, þegar það er eitthvað svona, maður bara blokkar eitthvað eins og þú vildir ekki vera með, þú bara eitthvað Ég gat ekki, þá gat ég ekki læknast, þá gat ég ekki. Nei, og ég bara held eins og ég bara eitthvað lokaði bara augunum, ég bjó náttúrulega úti, ég var ekkert enn þegar allt þetta kom upp. Þannig að þú veist, ég var ekkert í þessum grúppum og eitthvað svona, þannig að maður gerir bara það sem maður þarf. Ég veit það, en ég fann bara eftir þess að ég fekk svona meira og þetta var svona meira í fréttunum, ég var bara svo ógeðslega hrætt að þú veist, ég gat ekki einhvern veginn lesa of mikið þetta að vera með þeim í þessu, þetta bara, það fór bara svo illa með mig, skilur. Þannig ég gerði þetta bara fyrir mig til að bara... ég ætla bara að segja fyrir mig ég bara eftir þetta fór út ég hef aldrei séð eftir mér þó ég sé þú veist með annað en starra og hitt nánast ekki neitt þetta bara trufla mikið neitt þú veist ég bara núna er ég bara númer 1 og 3 á bata og ég bara mér gæti ekki verið með það sama mér finnst líka bara langflottast að vera með lítið brjóst ég sammála en það er einmitt það sem er samt búið að vera allir tísku ég vona hitt kom ekki aftur bæði svona engi brjóstraldrar ekki endilega klífið, flott að vera í svona flegnu og sé bara smá svona bringa, þú veist, þannig að það er ekkit endilega búið að vera, mann finnst það svona að vera að gerast aftur hjá þú veist, yngri kynslóni. Að vilja fá stór brjóst. Já, bara hugsa ykkur tvisar. Já, hugsa ykkur tvisar bara allan að við andra erum svona vítið til varnar, en auðvitað þarf bara hver að gera það sem hendar fyrir sig og svo gerir fólk auðvitað alls konar og og ég bara ætla ekki að vera judging einu sko, en mér finnst bara allt í lagi líka bara í svona ljósi umræðunar þá fannst mér bara rétt og bara gott að við getum deilt okkar reynslu með þetta. Og bara takk eftirmál. Já, akkurat. Já, ótrúlega góður. Og já, en þetta var alvarlegt. Já, herru, við ætlum ekki að... Verður svona leiðilega þáttur. Nei, við ætlum ekki að dóla. En við erum allan búin að gera okkar, hvað þetta mál var þar. Ég er bara stolt að segja frá minni sögu og held að það sé rétt ákvörðun, allan fyrir mig. En það þýðir það ekki að við getum ekki haft gaman þó við séum búin að við erum að gera það en spurning vikunar ég að spyrja það nei, ég ætla að spyrja þau okay, ég er ekki með spurningu nei, þetta er frábært að þú spyrja þetta er út allt á TikTok já. Og ég ætla að spyrja þau okay. Ertu A eða ertu B-típa? Viltu gíska? A. Ha?
Heldur ég sé A? Ég meina, ég held þú sett bland eins og ég. Já, ég er bara full blown B, sko. Þú veist, ég hef alltaf verið B. Ég er búin að reyna að breytast í A alla æfi. Nei, en Andrea, þetta er ekki bara hvort þú fyrir snemma að sofið, Nei, ekki, sko. aldrei snemma að sofa. Nei, ekki ég heldur. En ég stilla alltaf klukkan, ég er bara svo samvinskusum. Ef mín líkamsklukka, ef hún mætti bara ráða sjálf, þá myndi ég sofa frá 8:30 til svona 8:30, 9. Já, ég er ekki sofa það lengi. Ég næði helgar. Þá elska ég svona catch up on sleep. Ég er algjör náttrafl líka, sko, en það er svo margt við okkur sem að gera okkur samt á A-típum. Eins og hvað? Þú er geðveikt skipulöð, geðveikt. Nei, finnst það? Andrea. Ég elska að segja þetta, ég er það samt, já, ok. Ert að grínast? Ég tek þessu. Ég vann með þér í mörg ár, sko. Já, ég var þessi hefur hvatvisa típa sem var bara, og þú alltaf bara, herru, stoppum aðeins, hugsum aðeins. Þú ert svo hröð. Já. Ég er bara svona, bita aðeins. Já, einmitt. En þú veist að ég er geðvitt stundis. Já, ekki. Andrea. Já, ekki stundis. Ok, en alltaf þegar við erum að hittast eitthvað staðar, þá kemur rétt tíma. Já, ég er að standa á síðust stundu. Já, þú mætir samt að réttum tíma. Já, réttnaði því, sko. Já, það skiptir ekki máli hvað varst að gera undan. Kannski að hitta eftir 20 mínútur, ég fyrir styrtu 20 mínútur áður en ég hitta þið. Eftir að gera allt, skilur við. Og gerir svo bara alltaf ógeðslega hratt á svona stressraða, veist ekki? Vá, ég er svo ekki þar, þannig ég held að ég sé svo mikið bland. Er það hægt að vera bæði A og B? Ég allavega... Þú veist, ef ég væri bara svona full blown A-típa sem ég er alls ekki, þá er ég bara komin upp í rúm klukkan 9 eins og maðurinn minn. Ég get aldrei sofnað. Vaknaði 5, verið eins og bara einhver hersöðingi að taka sér vítamín sín. Nei. Fara á æfingu, vera mættur í vinnuna fyrir 7. Þetta er full blown A-típa. Já, ég er alls ekki það. Nei, ég elska að vera vakandi á kvöldin. Ég líka. Allir er sofnaðir, allir heima, mest kósi bara. Allir sofnaðir, ég er bara, ok, það er bara... Nei, sko, ég tími ekki frá að sofa. Nei, ekki heldur. Ég tími ekki að sofa. Ég tími ekki. Ertu ekki að djóka? Mér er svo leiðilegt að sofa, svo þegar ég fer að sofa, þá er ég alltaf að hugsa, og ég hlakka til að vakna morgun og fá mig kaffi. Ari, maður minn, hann er alltaf bara eitthvað, ég er eitthvað svona, helgar eitthvað svona, ég er svo þreytt, hann er, finnst þér að skrýta, okkur ferði ekki fyrir að sofa? Fucking tími því ekki. Vá, ég er svo glöð að ég sé ekki einu að upplöfu þetta. Nei, ég tími bara eins og því ég er hérna í útlöndum með eitthvað svona. Það sé ég bara setna, já, það er svo gaman. Já, það er svo gaman, ég er bara svona, ég elska bara að vera vakandi og vera til og gera og græja. Ég er alltaf svona, líka þegar ég er lítil. Ég líka, já, ég er bara held við sem báður ávirkar, sko. Kannski. Ég er bara, veist þetta, að tími ekki að vera að sofa. Ég hef aldrei tengt við neitt. Og svo er ég að hugsa þegar líka upp í rúmið bara hvað ég ætla að gera í fyrramáli, þú veist, get ekki beðið. Já, það er svo gaman að ég hlakka til að fá mig kaffi, skilur. Ég líka, morgunbollin er eitthvað betra. Ég held samt að ég sé að vera að þamba þetta á mótnana því ég þarf að geta, þú veist, vökunum minn. Já. Og þetta hætritaði mig, ég bara held að ég geti byrjað því og svo, ég drekki ekki það mikið kaffi, sko. Nei, ég elska þetta líka út af því ég drekk bara vatn og sóta, þá er þetta svona svo kærkomu og fá svona annað bragð en bara vatn. Já, þú samt drekkur ekki eins og mikið sóta, en samt alveg þegar þú ert að gera glaðan dag. Já, svona sparidrykkur. Það er sparidrykkur þinn. Það er vatn eða sóta. Já, þetta er svo boring. Það er svona hlakkast til að setja vítamín vel, hvað heitir það að bleika, í sko svona glas á fætum. Hydrate. Já, það er ógeðslega gott bragð þessu. Þú veist, þá veist mér ég eitthvað að vera svona squeeze, sem er kokt. Já. Lúði, en já. Nei, það er bara mjög sætt. En herðu, svo er bara Valentine's Day around the corner. Já, maður, allar að gera eitthvað. Ég verið í London. Þú er í London? Ég er að fara til London. Hvað með manniðin? Greið. Herðu, hann er að fara til Ítalíu á skíði. Já, á Valentine's Day. Hún er með engin vorkun. Nei, hún er með engin vorkun. Og, veist það, mér finnst alveg kjút að halda upp á Valentine's Day, þó svona að gera eitthvað smá. Kannski fara út að borða eða eins og Blue Lagoon Skincare, þeir eru alltaf að gefa ástablóm. Já, við ætlum að segja það, því að þessi þáttur kemur út 13. Og 13. og 14. í tilmyndum Valentinsdagsins eru allir sem versla í Blue Lagoon Skincare einhverjar vörur til að gefa ástunni sinni, fá gefins flamingoblóm eða hvað heitir það, hjartablóm. Já, hjartablóm. Það er svo ógeðslega flott, menn svo flott. Þannig að það er fylgir öllum kaupum. Já, það er ekkert smá flott. Já. En ætlar þú að gera eitthvað? Nei, heldur 14. Það Nei, það er á laugardaginn. Já, það er á laugardaginn. Já. En ekkert eitthvað svona... Jú, ger ekki eitthvað Eldar ekki steik og eitthvað svona? Jú, ger hann hjartablóm og steik og svona. Jú, það ekki. Vistu að ég er heima. Jú, kannski ætla ég að gera eitthvað. Út af því að hann líka brá ammali, ég var út af ammali hans. Kannski ger ég bara eitthvað ógeðslega kósi. Já. Ég allan er mjög spennt að vera til London. Segja það í næsta þætti hvað ég gerði.
Já. Smá pressi á mig. Mhm. Svona síðustu stundu pressi, ég þarf hana. Já, last minute. Last minute. En herru, slúðurhorni. Hvað með? Sko, ég vil byrja á adressa. Jeffrey Epstein Lifandi. lifandi? Þetta er ógeðslega skrítið. Vídeóið sem ég sendi þér, eða Já. myndin. Þetta er ekki AI, sko, það er búið að útiloka það. Þetta er ekkert eitthvað svona, það er alveg búið að gera fullt af eitthvað svona, eða þú veist, svona þykistu AI eitthvað að honum í, að þetta er alveg bara svona original mynd, það sko. Það hefur komið svona Elvis Presley og Michael Jackson, þannig maður er eitthvað svona smá, en þú veist, svo er það bara þessi Nei, býtu, hann er með elita, Já. þú veist, og svo, þú veist, þetta er ekki, býr ekki til sama. Ég og elska við, svona skilur. samsæðiskenningar Já. og ég bara er ginnkeypt fyrir mörgu og þeim þar á meðal. Akkur í Ísrael samt. Ég veit ekki, er ekki bara, elskar ekki Trump Ísrael og þú veist, Hvað með bara er hann ekki bara safe þar, skilur? Hvað með þarna sem þú veist að segja að Herri, ég sá Já. og svo auðvitað veit ég ekkert hvað er satt, þú veist, ég er bara, þú getur gefið út hvað sem er á TikTok, en allan að þá sá ég að það er eitthvað dodgy með dánavottur eða hans. Basically að það hefur verið gefið út eða svona eitthvað Áður en hann áður en fannst. hann actually fannst. Já, það er mjög skrítið. Þú veist, ok, það er svona alveg bara samsæriskenning döðans. En þessi mynd, þetta er alveg eins og hann. Bara ef maður horfir á bara línun á milli augnana, hrukkunar á enninu, feature á eiranu. Hann er með 2 bodyguards, hann er með, þú veist, En ef þetta er hann það bara göngutúr, bara downtown, hvar var hann? Ísrael, Já, ég veit ekki hvað er Ísrael, Tel Aviv eða eitthvað. já. Já, ég meina, þú veist, ég meina, ef enginn er að leita þér þannig, þú veist, ég Maybe. veit það ekki, ég vil trúa að þetta sé, ég vil fylgjast meira með þessu. Já. Og tengt þessu, ef eitthvað ræða krónprinsessuna í Noregi Já, og barni hennar, son hennar, þetta er hæðilegt. þetta er hræðilegt. Af hverju, þú veist, er þetta bara svona, að því hann er alin upp við bara að fá allt? Og hann er líka bara eitthvað svona prinsinn, eða þú Já. veist, ég veit ekki. Hún átti náttúrulega að vera næsta drottning. En Ég held að það sé ekki að vera að gerast núna. ekki úr þessu kannski, eða ég veit það ekki. Nei, nafni hennar er sko bara billjónsinnum í Epstein-skjölunum Já, ég líka, veit það. bara hún og hann voru Mér bara sé- besti, sko. Já, mér líður bara svona eins og það sem ég er búin að sjá að þessu eins og hún hafa bara eiginlega næstu yfir skotnjónum eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég veit það ekki. En þau voru alltaf vinir og hún bjó í húsinu hans í Flórida, eða þegar hún var það Já. og eitthvað, já. Þú veist þannig að bæði Ekki það er gott. það mjög dodgy og svo er það með sonennar, ætlaði bara að gera þess að kona drottningu eða. Ég er stór efast um það. Þetta er sketchy. Þetta er mjög sketchy. Og hérna, og svo, já, þannig að þetta er svona, ég ætla allan að fylgjast vel með þessu Epstein-mála, því að það sem ég var að segja vinkonum minni í gær, ef þetta er ekki hann, og þetta er alvöru mynd. Ég elsku þú elskar þetta, ég sé það. Nei, Það er bara alvöru person fyrir þessu. Ég er smá obsessed, eins og ég var svona hlutum. Ef þetta er ekki hann, Já. og þetta er alvöru mynd, segðu mig þá, af hverju er ekki búin að koma fram sá maður sem þessi mynd er af? Bara hei, slagið öll á, þetta It's er me. ekki Epstein, þetta er ég, Verður smá Jón svipaður Jónsson. týpur, já. Nei, þú veist, Geggjaður punktur. nei, alveg Já. nei. Þú veist, þetta er bara út allt á TikTok og bara allstaðar, það er bara, afsækja miskilningi, ég veit ég líkur honum, Ég veist maður líka hérna- honum, en þetta er... en þetta er ég. En ef hann væri lifandi, heldur hann væri ekki búin að fara í lító bara. Sko, það er eitthvað svona, Þetta silikon brjóst bara að enna sér eitthvað. nei, en ég, þú veist, það er alveg verið að tala um að sé eitthvað aðeins búið að breyta, þú veist, höguna eitthvað, en ég, þú veist, ég veit það ekki. Nei. Þú veist, hann er líka svona bara, ef þú ert bara með forseta bandaríkjana, bara venda þig, skilur þú veist, af hverju ætti hann eitthvað þurfa, hann er bara svona, þú veist, ég kennst upp með hvað sem er, ég er safe. Nei, þetta er úkslegt. Varst ekki með eitthvað eitt annað? Bíber. Ég er býðað spennt að Já, því. Hvernig ertu hann? búin að horfa á það? Þetta? Og hvað fannst þér? Þetta sko, þetta byrja rent frí í höstum á mér, bara Justin Bieber á nöllunum, í sokkum, Eitt sem ég Grammys. fannst svolítið, hérna, hann var svona lillabláum nærjum með fjólblám gítar. Laufey var í fjólblám mjög kjól. Já. Þetta var ekki eitthvað nóbrand eins og það helst. Nei, ég held ekki að það væri nóbrand. Mér fannst svo cool að hún væri bara eitthvað svona, I don't know. ekki bara eitthvað, já, þetta er mjög, hún var meira svona bara eitthvað, ég veit ekki, hann er flottur. En liturinn, Já, þetta er allt saman liturinn. Þetta er svona lilla, það er nú ekkert oft sem hann næra eitthvað vinsaldum. ertu með eitthvað samsæðiskenningu um þetta? Nei, ég er bara að spáði hvort að hann sé eitthvað að koma aftur, skilju. Já, Eða aftur, þetta er erfiður litur. já, sko, í ég veit sölu og það, svona, já, einmitt. Þetta er einn erfiðasti liturinn. Nei, ég veit ekki, mér fannst þetta bara eitthvað svo ógeðslega svalt og það er bara búið að spá rosalega mikið í þessu, þú veist. Þetta er náttúrulega bara list.
Ég er búin að ræða þetta mikið með Viktoríu sem er að vinna með mér. Ég elska að fá hana með mér í eitthvað svona... Maður hann gerir þetta ógeðslega vel. Hann gerir þetta ógeðslega vel. Maður hann syngja ógeðslega vel og mér fannst svo fallegt hvernig hún var stolt af hann. Hún horfði á hann bara, hún var bara... En hann er komið fram í fyrst skiptið síðan 2022 skils mér. Ég held að hann sé bara búin að eiga ógeðslega töff tíma. Ég held að hann sé búin að eiga ógeðslega erfitt og við Viktoríu erum búin að senda svona daldið fram og tilbaka okkur aðra, við erum svona daldið mikið að spá, þú veist hvort þetta þýði eitthvað, skilur. Þetta þýði potið eitthvað, okkur hann nari honum. Já, en þú veist, var og með speil. Hann var einhver að segja hann að vera að gefa út narbúsna merki, en ég veit það ekki, af því allan það sem að maður hefur svona aðeins listið til þú veist, auðvitað er þetta list og maður á að vera að spá í þessu. Ég held að maður væri að koma bara að syngja, þú veist, ekki fötin eitthvað, fattaru, búin að taka allt af og svo var með speil og sviðinu það er eins og var að horfast í augu við sjálfan sig eitthvað þannig, já og bara koma til dyrana, ég er búin að lesa eins og bransinn sé búin að strípa hann öllu þannig að hann bara þarf ekki neitt meira hann þarf ekkert band, hann þarf ekki flottan búning bara gítar, nú er bara hann þú veist, og það, bara hann skilur allt eftir sem er búin að taka á en svo var eins og hann var ekki eins og spila á gítari hann var með eitthvað svona lúp eitthvað dæmi þú veist, ég bara það er það sem ég heyri en mér fannst þau svo ógeðslega svöl á rauðadreglunum undan hann bara svona ógeðslega víðum jakkafötum sástan og hún bara svona ógeðslega þröngum tjúkjól með þess að geggjuð svo flott þetta er allan að þrá ekki að vikuna hjá mér og þú varst að tala hann að búningana og olimpíuleikunum já, mér fannst það ógeðslega skemmtilegt ég var að sjá það var mikið á TikTok og verið að sína, þú veist, frá alls konar mismöndi löndum, bæði gott og vont einhver voru kvart yfir því að Kanada var í minni í Lululemon og sumt var ekki nóg gott og sumi voru í ógeðslega flottu Jamaica, já, það var geðveikt svona risastór dúnúlpa með printi og eitthvað maður elskar hvað, þetta er bara eins og fashion show ég elskar hvað sumlönd leggja ógeðslega mikið í þetta og svo er önnur bara eitthvað bleið en svo kom Ísland í 66 og það sem ég sá á TikTok sem ég var svo geðveikt, þau bara oh my god, sjáðu, þau eru bara 3 frá Íslandi og bara þau eru bara að dansa geðveikt, bara 3 manna teimi en ég held samt að þau séu 4 já, ok, en það voru allavega á já, ég sá líka og svo var verið að kalla inn 5. manneskjun í dag já, ok, og svo var bara eitthvað svona en sjá hvað er gaman hjá þeim og eitthvað, mér fannst það svo eitthvað geggjað og mér fannst búningur þeirra bara mjög flottur já, mjög stílhreitt já, mjög stílhreitt og svona fánalitnir í röndunum samt og eitthvað svona og mér fannst bara mjög minimalískur þú veist, bara eins og bara 66 en svo fannst mér ógeðslega cool að þeir hafa greinlega farið með það í myndatöku eitthvað staðar upp í einhverja jaklahella eða svoleiðis svona íshella, fattur þau og það voru eitthvað fólk bara svona á TikTok Ameríku bara og pæli í því þetta er sko alveg íshellar, þetta er ekki AI þú veist það smá þess að Íslandi er auðlýsingin þú veist það sem alltaf á að vera AI hér að því að það er svo sérstakt það er bara svo trillt land og flott að þau fóru þangað að taka myndir þú veist bara þetta er svo mikið alvöru já, akkurat með þess að það bara gæða ég þetta er svona vikingaklapp vikunar fyrir á mér þetta er allan sólarhringin heim með mér þú veist þegar þetta er bara þú veist það er ekki fótboltaleikur þá er olimpíuleikarnir það er bara alltaf á íþróttunum mér þannig að ég hef bara gaman að en ég held að við séum bara komin að leiða lókum vá, þú veist þessu bara eitthvað svona sem ég nætti ekki hlusta þegar ég var lítil nei, ég þurfti að segja eitthvað gáfulegt þannig ég ætla að klára mér svona það er komið að leiðalokum gleðilega valentínusardag og bara Guð blessi Ísland þetta var geggjur kveðja Maja sjá brindi sér kast